Ok, við ætlum að sýna hérna með þrepun að þessi hérna reikniregla fyrir afleiðu x í enda gildi fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur. Ok, sko við vitum hvernig við diffrum x í fyrsta. Það er 1 sinni x í veldinu 1 mínus 1, sem sagt. Það er x í 0 sem er 1. Og svo vitum við hvernig við diffrum x í öðru. Það er 2x í veldinu 2 mínus 1. Það er 2x. Og svo framvegis, við kunnum að diffra x í þriðja, þegar 3x í öðru. Nú langar okkur að setja fram reglu sem segir að ef ég diffra x í enda, þá fæ ég n sinnum x í veldinu n mínus 1. Þetta er reglan sem við ætlum að sýna. Ok, það getur verið pínu vandasamt að sýna eitthvað sem að veita gildir, maður að passa sig að nota ekki regluna. Ok, pröfum að, við erum að gera þetta til að æfa okkur bara í þrepuninni. Byrjum á að athuga. Ef ég set 1 hérna inn í jöfnum mína, fyrsta skrefið í þrepuninni alltaf n jafnt á 1, fyrsta stakið mitt í menginu sem ég ætla að sýna það fyrir. Þá er ég með d dx af x í fyrsta veldi er jafnt á 1 sinnum x í veldinu 1 mínus 1, sem sagt 1. Það passar við vitum hvernig maður diffrar x í fyrsta. Þannig að reglan gildir sannarlega fyrir n jafnt á 1. Svo kemur það næsta skref. Gefum okkur sem forsendu að þessi regla sé rétt fyrir eitthvað 1n. Ekki fyrir öll n, af því að það er það sem við viljum sýna. Heldur þetta hérna gildir fyrir eitthvað 1n. Sem er náttúrulega tala. Ok, sýnum þá að ef það væri rétt, að þá myndi reglan vera rétt ef ég sett inn n plus 1. Svo þá væri þetta líka rétt fyrir næsta staka á eftir. Næsta staka eftir n er n plus 1. Ok, þannig að þetta er það sem við ætlum að sýna. Þetta hér er þrepunar forsendan. Ok, við ætlum að sýna þetta. Við byrjum með vinstri hliðina og reynum að reikna okkur fram að hægri hliðinni. Við segjum. Ég ætla að diffra með tilliti til x í veldinu n plus 1. Og ég má ekki nota bara beint regluna. Ok, þá segi ég, ég get umskrifað þetta, ég get sagt þetta er afleiðan með tilliti til x af x í endaveldi sinnum x, sem svona. Svo kunnum við regluna fyrir hvernig við diffrum margfeldi tveggja falla. Það er fyrrafalli diffra sinnum seinna ódiffrað pluss fyrrafalli diffra sinnum seinna fyrrafalli ódiffrað sinnum seinna diffrað. Þannig að nú er ég með margfeldi af tveimur föllum. Nú, samkvæmt þrepunarforsendunum minni, þá kann ég að diffra x í enda. Fyrst að segja bara, nú ætla ég að nota bara þessa reglu hér. Ég segi, það er afleiðan af x í enda sinnum x ódiffrað pluss x í enda ódiffrað sinnum afleiðan af x bara. Ok, svo notum við þrepunarforsenduna. Þannig að þetta hér jafnaðarmerki verður samkvæmt þrepunarforsendu að x í enda diffrað er n sinnum x í veldinu n mínus 1 sinnum x ódiffrað pluss x í enda ódiffrað sinnum x diffrað sem er 1. Þannig að hvað stendur hérna? N sinnum x í veldinu n mínus 1 pluss 1, ég margfalda saman þessa hérna, pluss x í veldinu n. Sem sagt er x í enda hérna í báðum liðum. Ég segi þetta er n pluss 1 sinnum x í enda. Ok, var þetta nú það sem við vildum sýna? Við vildum sýna að því diffraði x í veldinu n plus 1, þá fengi ég n plus 1 sinnum x í veldinu n plus 1 mínus 1. Sem sagt, þessi hérna verður 0 allt í allt og við erum með endaveldi hérna. Ég er með x í enda sinnum n plus 1 sinnum x í enda.